Jæja, tapjan í dag, hver er fyrstu viðbrögð eftir leik? Ég er bara vonsvikinn, sé alveg svo er. Erfitt að einhvern veginn sjá þessi 2 mörk, en 2 fyrstu skot á mörki okkar bara verið bæði að mörkum. Erfitt að sjá það einhvern veginn, sérstaklega eftir þessar síðustu vikur þar sem við vorum góðu stígandi í okkur. Við erum búin að vera að spila virkilega vel í síðustu leikjum og það fannst einhvern veginn svona, þetta var svona verið að koma hjá okkur, það vantar svolítið svona consistency hjá okkur og svona stability og en mér fannst það vera góður leið, þannig að mér finnst þetta vont fyrir strákarna að fá ekkert út í þessu leik út af því að það er þessi 2 atriði hann í byrjunleik sem við einhver sofandi eftir hjá okkur en annars náttúrulega skup okkur fullt af færum og klúður víti hérna og allt skilur til þess að svona fá okkar meira út úr þessu heldur en úrslit. Ósangjarn úrslita? Ég veit það nú ekki, ég meina þetta líkur það einhvern tímann en þú veist, en jú við fengum fullt af færum til þess að fá meira heldur en úrslit. Ánægður með hvernig þínir menn svara eftir að hafa lent 2 mörkum undir? Já, ég meina við vitum að það er fullt af gæðum og það er fullt af mörkum í þessu liði og eins og segi, við klúðurum víti hérna og við skorum gott markina, það verið fínt að vera með 2-2 í hálfleik og komum þessum seinni hálfleik þannig einhvern veginn en við heldum svona áfram að reyna að pánda á það hérna og það var komist í mjög góða stöðu nokkur sinnum en það bara innvildi einhvern veginn boltinn ekki og það er kannski þessi litli fókus í viðbúð sem okkur vantaði í dag til þess að klára leik. Þú talaðir að síðasta leikur hefði verið baráttu sigur, fannst þú þér sömu baráttunni í dag? Já, bara, ég fannst það vera bara fínasta, hvað ég voru að segja, svona út af því að við höfum ekki kannski verið svona mesta baráttuliðið, getur sagt það, á byrjun tímabilsins. Mér finnst það vera mjög mikið stígandi í eins og ég sagði hann áðan og baráttu er einn af þeim hlutum líka og já, þannig ég er búinn að vera ánægður með það. Þeir voru að leggja þessu 100% fram minna, það var mikið baráttu í okkur en það bara vantaði hana litla fókus í þessu tækifæri sem við fengum hérna til þess að koma okkur betur inn í leikinn og fá meira eitthvað út í leiknum. Þið hafa verið erfiðleikum með að binda saman sigurleiki og líka á útivelli. Sama gerist í dag? Já, það er eins og sagði við strákarnir, en rétt á það, þetta er erfitt. Það er greinilega eitthvað aðeins sem vantar upp í okkur til þess að halda þennan litla fókus í viðbót til þess að klára þessa leiki. Við getum ekki haldið það að við sem erum alltaf góðir þegar við vinnum einn leik eða eitthvað. Þannig að við þurfum að halda fókus og halda öllu því sem við erum búin að gera alla vikuna og byggja ofan á síðustu leiki sem búin að gera vel og mér fannst þetta vera kjörið tækifærin í dag til þess að geta svona, já, haldið því áfram. 3 leikmenn í leikbanni, hvernig fannst þér tækla það? Já, mér fannst það bara gera vel, ég meina við erum með góðan hóp og þeir sem komu inn stóðu þessu bara vel og þannig að við bara, já, eins og segið, þetta er erfitt að missa menn en svona er fótboltinn, endur í leikbannu og þú er bara til það. Gerir hafsendabreytingu í hálfleik, er það vegna meiðsla Hauks þá? Já, Haukur, hann var orðinn dissi í hálfleikana þannig að við tókum enga áhættu með hann þannig að við settum að Sigga í staðinn. Takk fyrir. Takk fyrir.